Hæ, velkomin í þriðja þátt af Blake Flug podcast og eins og þið sjáuð ef að þið eruð að horfa á video version hér í bílnum mínum af því að sjálfsög ákveður einhver að byrja að gera við húsi sem er við hliðin á og þetta er náttúrulega blokk eða þú veist svona hlið við hlið þannig að það er bara, ég heyri bara svona borvélar hljóð og ég held að það er geðveikt pirrandi í podcast þannig að ég er komin út í bíl nema hvað ég er út í raskandi á Granda af því að þú veist það var bara að vera að gera við allt hverfið í Vesturbænum sem að ég er í þannig að ég þurfti bara að fara út í raskat og mig langar alveg að vera í svona hvað heitir þetta svona discluded svona bara einangruð svæði af því að mig langar ekkert eitthvað að fólk sé ára með að gera podcast en það er einhver að labba frá mér as you speak svolítið embarrassing. En nóg með það, þessi þáttur snýst bara TikTokið mitt. Ég sett svona poll á Instagram og spurði hvað þið vildu heyra og 50% valdi svona TikTok ferlið mitt þannig að ætli þessi þáttur verði ekki það og þá langar mig bara, mér langaði líka að ég horfi á hana Fernanda Ramirez, oh my god, ég dreymdi hana í nótt, ég dreymdi að ég hitt hana en anyways, ég hlusta á hana og hún er með podcast líka og þar er hún alltaf með svona bara intro á sér, skilur bara svona hvað er í gangi í lífin hennar og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt að hlusta á hana þannig mér langaði bara að gefa smá recap of what's going on in my life líka svo að þið fá bara að kynnast mér betur en helgina var ég loksins að útskrifast úr framhaldsskóla ég segi loksins af því að ég kláraði á seinustu en skóli minn útskrifar ekki vetur þannig að ég var bara búin að vera að bíða eftir útskriftinni og það var eitthvað eðlilega skemmtilegt ég veislan var á Höfn ég var að klára skólan á Höfn og það var rosalega gaman ég var bara eitthvað veislan var með fjölskyldun minni og basically fjölskyldun minni úr seinustu vinnunum minni af því að we are like this og það var ekkert eðlilega gaman við vorum eitthvað að dansa svona bróður minni DJ þannig að hann var að DJa og síðan var æðislega matur frá shout out Pakkhúsið sætar syndir og síðan Ester frænka mín sem hún gerði líka köku sem var ekkert eðlilega góð og partyskrautið var frá Partylandi of course shout out og þetta var bara fullkominn dagur, hefði ekki getað farið betur og hvað er ég búin að gera meira? Hundur minn var veikur, ég segi hundur minn very lightly, ég er að passa hund basically og síðan þarf ég að eiga hann basically ógeðslega flókið að hann var veikur og ég ætlaði að fara með hann á Höfn og þú veist, og líka tengdamamma mín ætlaði að fara á Höfn en hún gat ekki af því að hún átti að fara að vinna ef við höfum tekið hann þá hefði verið drullandi allstar og líka tengdamamma mín og hún hefði ekki verið drullandi allstar heldur hún hefði bara verið veik, hún var líka veik þannig að það var alveg gott að þau komu ekki með hundur minn og tengdamamma mín af því þau voru bæði veik og ég er ógeðslega sad, ég er ekki bara að sjá hundur minn í svona heila helgi ég er actually komið með svona separation anxiety núna sko en ég fæ hitt hann á eftir, ég þarf að fara heim til tengdamömmu minnar og ná í ferðatösku af því að ég er að fara til Boston á morgun ég er að fara í Target á morgun sko við lendum klukkan 6 svona PM skiluru þá er nægur tími til þess að fara í Target og ég er komið með nýja myndavél þetta er Osmo Pocket DJI myndavél, þetta er mjög svona flott vlogging myndavél og ég ákvað bara að hafa hana for the podcast af því að why the fuck not og ég er að fara að gera vlogs í Boston, ég veit ekki hvort að ég er komið með YouTube channel, þú veist ég er komið með, ég er búin að stofna YouTube channel fyrir mig sjálfa ekki, og þú veist líka fyrir podcastið ef að einhver er að horfa á YouTube right now en ég er ekki búin að posta neinu á YouTube channelinu mínu af því ég var að spá að gera á ensku en það er svolítið cringe en það er enginn að fara að horfa á íslensk YouTube-vídeó það er eiginlega enginn að horfa á podcastið inn á YouTube af því að ég hef aldrei horft á eitthvað íslenskt inn á YouTube en það verður bara gaman við sjáum bara til hvort að ég gera á ensku en síðan mun ég væntanlega gera fullt af
TikTok-vídeóum á TikTokinu mínu væntanlega. Síðan hef ég verið mikið að vinna með Akita. Við höfum verið að taka photoshoots, shoutout á Tinnu og Ardísi og Daniel. Núna skuldið okkur mörg photoshoots. Þannig að ekki gleyma að followa Akita, sérstaklega á Instagram af því að ég sé það og ég er rosalega proud of it. Topic dagsins er TikTokið mitt og let's just start from the beginning. Let's start there. Ég var bara á þetta var fyrir cirka ári, þetta var í maí í fyrra, mann ég, af því þá var ég að fara til Köpen og ég var bara eitthvað, ég gera svona get ready with me, ég tók upp fullt af vídeóum, af því að mér langaði loksins að byrja TikTok og ég tók upp fullt en ég postaði engu og það var ekki flott, ég var ekki byrjuð að gera neginn TikTok-vídeó, þetta var ekki flott, þannig að já, mér langaði gett mikið að byrja og þetta var bara fyrir ári, bara eiginlega nákvæmlega fyrir ári. Og ég var alltaf bara í vinnunni minni heima, bara eitthvað, mér langar svo mikið að posta TikTok-vídeóum og fá hluti og sína það á TikToku mínu og fá borgað fyrir að sína hluti sem ég fekk á TikTokinu mínu. Og því ég veit að ég hafði the potential, að því ég dyrka það að búa til vídeo. Ég hef bara alltaf gert vídeo, ég hef sagt þetta áður í podcast-þætti, en ég basically hef verið að gera TikTok-vídeó, nei ekki TikTok, heldur bara vídeo, since the womb. Ég hef bara alltaf gert vídeo. Alltaf skólaverkefni, ef mátti velja hvað mátti gera, þú veist, hvernig maður átti skilja verkefninu, það var alltaf vídeo. Ég gerði alltaf vídeo, mér fannst alltaf svo skemmtilegt. Og I knew I had the potential og bara viljan fyrir þessu, þannig að ég var bara ekki að hendum okkur í þetta. Nema hvað, ég sé vinkonu mína, eina vinkonu, hún veit ekki hver hún er. Hún er í samstarfi með fyrirtæki, ég ætla ekki að name drop. Já, hún er í samstarfi með fyrirtæki og ég var bara, er hún TikTokari, er hún influencer? Hún var það. Ég held hún var það ekki, en hún var greinilega að posta TikTok og ég var ekki að followa henni. Við vorum ekki það close. Bara alls ekki, ég hitt hana einu sinni. Og hún er í samstarfi með fyrirtæki og ég var bara eitthvað, herðu mig nú. Hún er ekki einu sinni að posta neinsta, hún er ekki aktív, ég ætla að senda á þig. Þannig að ég sendi alveg hrikalegan post á þetta fyrirtæki. Bara Instagram DM og ég er bara eitthvað að biðja samstarf, basically. Og þau voru bara eitthvað, þú þarft að vera aktív á samfélagsmiðlum og vera alveg komið með 1000 followers og þá var ég bara eitthvað heyrðu veistu, this is my sign að ég þurfi bara að byrja þannig að ég loksins í júlí 2024 fyrir að posta mínu fyrsta TikTok-vídeó, það var 11. júlí eða eitthvað. Babe, she was ratchet, þetta var low-key weird, ég man ekki svona hvað ég posta, ég man bara eitthvað, það var eitthvað svona sunny vídeo, ég var eitthvað starf þarna. Ég var líka búin að kaupa á Shein svona tripoda og eitthvað og já, það var bara frekar lélegt vídeo og ég var bara eitthvað, veistu, ég vissi ekki að þetta var lélegt at the time, ég fannst þetta flott og ég postaði þessu og þetta fær ekki neitt. Ég man, fyrsta vídeo mitt var Shein haul og það fekk bara strax 100 like og ég var bara eitthvað yeah, look at me og já, síðan postaði svona sunny vídeói og síðan fer ég rosalega mikið yfir að gera Get Ready With Me af því það var alveg mjög trending og ég bjó á Höfn, það var ekkert annað sem ég var að gera heldur bara að mála mig og vinna, sko, þannig að ég fer að posta Get Ready With Me og ég hafði, þú veist, þegar maður byrjar þá getur maður ekki verið að tala endalaust sig sjálfan. Þegar þú ert með 50 followers, þá getur ekkert verið að gera make-up og hlusta bara, þannig er ekki að hlusta á þig ef þú tala þig sjálfa, ef þú ert ekki þekktur. Þannig að ég bara, þú veist, ég geri mjög svona random topics, ég geri mjög mikið svona sem er trending sem ég sé aðra bara stóra influencer að gera og ég gera á íslensku. Stóra allir að gera eitthvað rating make-up products with one word, síðan bara eitthvað my takes á förðunarvörum, hvað ger ég meira? Ég ger svona mjög skemmtileg
trends basically, mér fannst það bara mjög skemmtilegt að horfa á það og ég gera á íslensku af því að það ótrúlega létt að vera TikTokar á Íslandi. Þú veist, það líka bara mjög margir að gera það en það ógeðslega auðvelt af því að þetta svo lítill hópur. Þannig að, þú veist, það mitt hérna svona álit. Mér finnst það, þú veist, það auðveldara. Þú veist, þú veist, með svo stóran hópi og þú ert að gera TikTok-vídeó á ensku, þú veist, auðvitað getur maður orðið miklu frægari á því að gera á ensku en það eru of margir að gera enskt og maður þarf eiginlega bara, ég skil ekki hvernig fólk verður fljótt, þú veist, hérna frægt, fljótt. Það ótrúlega erfitt held ég að gera á ensku en á Íslandi það ekki erfitt, þú veist, sérstaklega, já, ég setti mig markmið. Ég tók eftir því að íslenski TikTokarar posta ekki daglega en influencerir skiluru bara frægir posta daglega þannig að ég fór bara að posta daglega og það hafa mjög margir aðrir íslenski TikTokarar spurt mig bara hvernig, þú veist, hvernig fékkstu svona fljótt skiluru bara followers og views og eitthvað. Ég veit ekki hvort að ég fékk það actually frekar fljótt, ég hef engan til þess að kompera en ég alltaf mjög stolt, ég kom með 3000 followers, takk everyone, ég var að hitta 3000 followers, I love you all og líka sérstaklega day one people af því að þetta alveg búið að vera rough journey. Ég hef lært bara mjög margt á leiðinni skiluru, þannig að það var alls ekki neitt fullkomið í byrjun en já, hvernig fekk ég svona marga followers fljótt? Posta daglega og þá sér fólk þig miklu hraðar skiluru ef þú ert að posta einu sinni í viku versus einu sinni á dag þú ert að fara miklu fleiri fólk að fara að sjá þig skiluru þannig að mitt advice að posta daglega af því það eru alls ekki allir að gera það og þú fær bara þú veist publicity hraðar Þannig já, ég bara fer að posta og ég man ekki hvað það tók mér langa tíma að fá 1000 followers. Jú, ég fekk það í nóvember. Eitthvað svona 11. nóvember, júlí, ágúst, september, október, nóvember. 4 mánuðir sem ég að posta daglega og þá fekk ég 1000 followers. Mér finnst það alveg langur tími. En anyways, já, ég fæ 1000 followers og ég var búin að vera að spara það að senda fyrirtæki þangað til að ég var líka að fara að flytja í bæinn á þessum tíma. Ég var ennþá að Höfn og þú veist að senda fyrirtæki og þá þurfa að senda út að landa og eitthvað skilur, þú veist, það ekkert mál en heilinn minn var bara ekki, nei, ég ætla að bíða. Og ég bara gat ekki beðið. Það var vika áður en ég átti að ég var að fara í ógeðslega mörg ferðalög. Ég var að fara til London, fara til Amsterdam og síðan fara til Bandaríkjanna og það var vika í þetta og ég var bara eitthvað, heyrðu, fucking, ég bara sendi á eitthvað fyrirtæki og guys, guess hvaða fyrirtæki ég sendi á? Akita Iceland. Ég var búin að sjá gjafaleikinn hjá þeim og þeir voru búin að opna netverslun og ég var bara eitthvað, heyrðu, ég sendi bara á þau. Já, ég sendi á þau. Þetta er svo skemmtileg saga og mamma mín hjálpaði mér að gera postinn og eitthvað og við ChatGPT-um og skoðum og Pinterest og eitthvað og mamma mín var líka bara eitthvað, þú veist, ég veit ekkert hvað ég er að senda skilur og það hún hefur hjálpað mér bara með allt, bara heimavinnu og senda e-maila og eitthvað en þetta var eitthvað sem hún hafði bara enga reynslu á væntanlega og hún var bara eitthvað, ég veit ekkert hvað þú átt að segja og við sendum e-mailin og deginum eftir þá vaknaði ég við síma mér að ringja og hérna ég var nýveknuð, ég var bara nýveknuð og random númer að ringja í mig og ég var bara eitthvað, heyrðu, ég svara þessu bara og ég vissi ekki, ég var ekki búin að undirbúa hvað ég ætlaði að segja þannig ég svara símanum og það var svona pause og ég var bara eitthvað hæ, þú veist, ég var nýveknuð og ég var eitthvað hæ, þú veist, þetta var mjög hátt og þetta var líka svona ógeðslega skrítið, þetta var hæ og þetta hljómar ekkert að fyndið þegar ég segi þetta núna en þetta var svo fucking fyndið in the moment og þá er þetta bara einhver maður og hann var bara eitthvað, hæ, var ég að vekja þig? Og ég var bara eitthvað, nei, hann var ekkert að vekja mig, skilur, ég var bara nýveknuð og hann er bara eitthvað, já, er þetta allsendra? Og ég var bara eitthvað, já, og hann var bara eitthvað, já, heyrðu,
ég er eigandi Akita Ísland og ég sá postiðin í gær og eitthvað og ég var bara eitthvað, oh shit, þú veist, í heilanum mín, ég var bara eitthvað, oh god damn, eitthvað, út af því ég svaraði eins og ykkur hálfviti, ég svaraði símanum eins og ykkur hálfviti og hann bara eitthvað, já, okkur leist mjög vel að postiðin og við erum til í að senda þér vörur og ég var bara eitthvað, oh my god, út af því að ég bara er búin að vera að dreyma þetta alveg fucking lengi og þannig að ég er bara frík út, ég var bara eitthvað, ok, æði eitthvað bara, þú veist, þá ég man ekki meira og já, það er fyrsta samstarfið mitt, síðan sendir hann með vörurnar og það er ljósgráa peysan með bleikustöfunum sem að ég hef literally búið í frá því að ég fekk hana og síðan hérna og líka svona flerbuxur sem að ég líka bjó í af því að þetta er fullkomið snið ef að þið eru short girlies og elskir svona fler íþrótta og þetta er líka svona, hvað heitir þetta? Svona leggings efni og það er ekki lína í klofinu, þú veist, þetta bara, og það skrönds í rassinum og merkið er útrúlega flott, ok, ekki að reyna að plugga, shameless plugging Akita like usual, en þetta eru fullkomnar buxur. Og já, ég fæ þetta og ég gerir vídeo og líka bara vídeoið Aron sem að, þú veist, er eigandinn, hún fannst þetta flott vídeo en looking back, ég er alveg bara eitthvað og þetta var fyrsta samstarfið mitt og ég vissi ekki, ég var ekki sem búin að horfa á það mörg hol, þú veist, hjá öðrum skilur að fá vörur, þannig ég var bara eitthvað, já, hefur sendið mig texta sem ég get lesið upp í vídeoinu, þú veist, þetta var svolítið skrítið, ég veit ekki, en samt alveg flott skiluru vídeo, ég er alveg ána með það og já, that was my first samstarf og síðan bara ef að ykkur er tiktokari, ef að ykkur vill verða tiktokari og núna ætla ég að ræða aðeins um samstörf ég fekk alveg bara mánuð þegar ég, þú veist, á meðan ég hef verið að gera þetta núna er ég bara virkilega á lóm samt ekki, ok, sko ég fekk þetta frá Akita í nóvember síðan fekk ég alveg nokkur í desember, ég held 1 eða 2 og síðan var ég í Bandaríkjunum í desember til janúar, eða svona hálfun janúar og þegar ég komið frá Bandaríkjunum, það Bandaríkja-vídeóið mín fengu alveg, LA-vídeóið mín fengu mjög mikið views og þá greinilega sáu fyrirtæki mig af því að hérna febrúar var bara mánuður. Þú veist, ég græddi pening af febrúar og líka vöru vantarlega og eitthvað. Og síðan þá mars var bara dead, skilurðu, veist, ég fekk engin samstörf og ég fekk ekki borgað nema bara eitthvað eitt eða eitthvað og þú veist, og svona er þetta skilurðu, þetta er vantarlega ekki reliable vinna skilurðu nema maður sé bara einhver heimsfrægur nema sé literally Óli eða eitthvað en þú veist, ef maður er bara svona small influencer skilurðu þá er það að fara að vera svona skilurðu, þú veist, maður getur aldrei relyað á TikTok, þú veist, ég veit ekki hvenær ég mun geta haft þetta sem full-time job af því að það er ekki hægt að relya á þessu og líka bara þú veist, eins og núna, ég er bara með 3000 followers maður þarf, hvað eru margir sem að búa í Íslandi, eða eitthvað 400.000 skilurðu 3.000 ég mun aldrei geta haft þetta sem full-time job akkurat núna skilurðu, kannski vonandi eftir hálft ár, ég veit ekki, þú veist, það tekur ótrúlega, þú veist, það tekur misjafn tíma og sérstaklega með contenti mitt, ég er bara, þetta er mjög, ok, ekki reyna shame my own content, en þetta er tilgangslist, þú veist, content. Ég elska TikTok-vídeóa mín, ég er ekki að reyna að shamea vídeóa mín eða neitt, eða svona downplaya þau eða whatever, en TikTok-vídeóa mín eru mjög tilgangslist. En síðan ef að horfa Írislíf fjármála, hún er að gefa fjármálatips. No shit, hún er allt í að koma með 10.000 followers þegar hún byrjaði fyrir, ég veit ekki hvað hún byrjaði fyrir löngu, en hún er búin að vaxa mjög hratt. Og hún er að gefa fólki value, það er value í vídeónum hennar. Á meðan ég er litið bara eitthvað smakka nammi og sýna ykkur
hvað ég ger í ræktinni og skilurðu, þú veist, það ótrúlega mikill munur á content, þú veist, hvað content þú postar og ég ekki að segja að contentið mitt sé lélegt. Það svona tilgangslega skilur, þetta bara svona, maður dead í heilanum þegar maður að horfa á vídeo mín. En ég vil að TikTok-vídeó mín séu þannig, af því að mér finnst gett gaman að horfa á svoleiðis content, af því að það nógu mikið sem að fólk pælir í daglega, skiluru, þú veist, bara að fara í skólan, heimaðinu, vinna, fjölskyldu, mál, whatever, skiluru. Það allir að glíma við eitthvað. En mér langar að fólk geti horta á vídeo mín og bara finnst þau skemmtileg, skiluru. Þú veist, ok, so what að þetta ekkert value í lífið ykkar, basically, skiluru. En, þú veist, ef að eitthvað bara að gleyma við eitthvað slæmt, skiluru, og síðan fer eitthvað TikTok og sér vídeo mín og sér bara eitthvað svona silly, girly, whatever TikTok-vídeó og bara svona bara, ok, haha, skiluru. Þú veist, aftur ef ég tek Írislíf dæmi, ég elskaði Íris, þú ert literally my idol, en segjum bara eitthvað, það eitthvað að bara með fjármálavandamáli eða eitthvað og sér vídeón hennar eða eitthvað þar sem hún að segja hvað hún hefur grætt mikið eða eitthvað, eða að segja spara svona, bla bla bla, þá fyrir fólk bara eitthvað, oh my god, fucking, ég bara dead broke, whatever. Oh my god, ekki seima Íris, skilur, þetta bara gæti verið dæmi. Ég alveg mjög irresponsible með pening, ég þarf alveg ég hata að segja það svo satt. Það svo erfitt að vera gælla. Bara, þú veist, með chronic shopping addiction. Ég ætla að fara að bæta mig, ég ætla að gera það. En þegar ég sé vídeón hennar, ég alltaf bara eitthvað, damn girl, hún að gera svo vel. Hún örugglega making bank, þú veist, bank með upprópunamerki, sko, af TikTok. Og ég bara deila skilur hennar fjármálaráðum og eitthvað með okkur. Það minnir mig alltaf á og ég bara eitthvað, já, ég bara á lágustu launum, fæ ekki borga frá TikTok og bara að, skiluru, ekkert eitthvað beint direction í lífinu mínu, sko, ég bara eitthvað að gera TikTok-vídeó, það eina sem ég veit. Enn og aftur, Íris, þetta á ekki að vera neitt beint til þín, skiluru, you're doing amazing og sérstaklega bara, út af þetta actually hjálpa manni. En það dependar alveg mjög mikið á hvernig stuð ég þegar ég að horfa á eitthvað svona tips-vídeó, skilurðu, þar sem að gefur actually eitthvað value í lífið þetta, því það minnir mig á hvernig gengur í lífinu mínu. That was my 2 cents, Íris, ekki kæra mig eða eitthvað, þú ert æði. Ég bara reyna að segja að TikTok-vídeó mín eiga að reyna bara að gleðja fólk, skilurðu, og bara eitthvað skemmtilegt til þess að horfa á. Oh my god, ok. Ef við höldum áfram with the timeline. Já, ég fæ samstarf í nóvember, geri fullt af, já, ég flyt til Reykjavík basically í desember, fer til Bandaríkjanna í mánuð, desember til hálft janúar. Og LA-vídeó mín fá mjög mörg áhorf. Og þá fæ ég alveg frekar mikið af followers og eitthvað, af því að líka þetta var ekki branded content. Ég að reyna að passa mig að vera ekki að moka ofan í ykkur auglýsingar, af því að mér finnst það var alveg tímabil sem ég var bara að posta auglýsingar sem 2 vikur og ég fekk líka bara engin áhorf, enga followers og mér leiði bara illa fyrir ykkur, sko. Ef eitthvað mann eftir þessu tímabili gleymið því af því að mér líður ógeðslega illa að vera bara að moka endalaust af auglýsingum ofan í ykkur, af því ég var bara að fá endalaust og auðvitað hefði ég getað sagt nei við eitthvað, en ég veit ekki af hverju ég sagði ekki nei, skilur, út af ég að reyna að meika þetta skilur, þannig að ég var bara að taka af mér allt fyrir að byggja mig upp á samfélagsmiðlum. Já, og við basically bara komin hingað, sko, það einhvern veginn ekki neitt beint á milli. Já, ég alveg bara loving að gera TikTok-vídeó eins og ég hélt og eins og fólk hefur oft spurt mig hvernig hefur metnaðin í að posta á hverjum degi. Af því mér finnst það actually genuinely svo skemmtilegt. Já, kannski langar mig að gefa ykkur smá tips núna.
út af því ég hef oft fengið spurningar bara, ég ætla að byrja TikTok, hvernig gerðu þú þetta og bara tips og eitthvað. Og ég með mjög mikið af contenti af því á TikTokinu mínu, ef það vil checka át svona video version og það ég útskýra svona læring og eitthvað, svona mínu bestu læring tips. En ég ætla að segja núna með samstörf. Já, ef að þú ert að pæla í, ef þú ert TikTokeri og ert að pæla í að fá samstörf og eitthvað, þá ég hef oft sendt á fyrirtæki og síðan heyra fyrirtæki líka í mér stundum, en þegar þú ert að senda á fyrirtæki þá bara svo mikið vegt að hafa þetta formlegt. Ég sendi eiginlega aldrei á Instagram, þú veist, það mjög oft sendt á fyrirtæki á Instagram og eitthvað, en ég sendi yfirleitt bara e-mail og ég veit að checka ekkert allir e-mail. Það sumir líka alveg misgóðir og slæmir að svara e-mailum, en mér finnst það alltaf bara einhvern veginn svona mest professional að senda e-mail. Og ég sendi yfirleitt bara kynningu af mér og bara hvað ég geri á TikTok og síðan bara eitthvað af hverju ég vil vinna með þeim, skiluru, og síðan hvað að fara að benefita okkur, skiluru. Og núna ég búin að búa til Media Kit, ef þið viljið googla hvað það þetta basically bara svona að útskýra hvernig, bara basically aftur útskýra hvernig TikTok þú gerir, skilur, content þú gerir. Og þetta líka, þú veist, það hægt síðan, þú veist, ég gerði mitt á Canva og ég setti bara svona vídeo og þetta yfirleitt svona þetta mjög fjölbreytt vídeo, þetta bara svona auglýsing og síðan þetta haul og síðan þetta day in my life, bla bla, svo þau getur séð, og þetta líka bara uppáhalds og bestu vídeo mín, svo þau getur séð hvernig content ég geri og reyna að hafa þetta eins einfalt, af því að svo fólk þarf ekki að vinna fyrir því eitthvað, reyna að finna hvernig þú ert, skiluru. Og það allan hvernig ég sendi á samstörf, og síðan þetta bara þegar þú ert að taka upp, reyna að hafa þetta bara eins gott og þú getur, skilur, þegar þú ert að horfa. Og hvað það hljómar skrýklega, en þú veist, eins og með læring, það þarf vel að bara horfa á TikTok-vídeó mín til að gera, og ég gerir svona mjög, ég sýni bara lighting, svo ég hef ekki höfuljósi af því þá svo skrítið eitthvað svona skuggi og birta og eitthvað, reyna alltaf að hafa ljós beint fram í andlitið á mér og ekki hafa svona natural lighting á hliðunum. Þetta til dæmis, þetta alveg distracting mig, sko, þú veist, þetta eitthvað svo random birta úr þessum glugga, en ég í bílnum mínum, sko, þannig að þetta bara the best you'll get í podcastinu mínu. Þetta líka podcast, þú veist, þið að hlusta? Horfið þið eða hlustið þið? Kommentið. Já, og síðan bara hvernig ég byrjaði basically bara út af því ég fann bara svo mikið hjá mér að mér langaði að gera þetta. Þannig að ég bara byrja að edita og taka upp á whatever, þú veist, og líka ef það bara ég veit ekki hvað ég á að posta og það þarf ekki að vera í einhverju nísi og bara, þú veist, ef þið hafið séð vídeó mín, það ekkert related, basically. Þetta bara everything girly. Ég geri förðunar-vídeó, ég geri taste tests, ég geri travel vlogs, day in my life, haul, þetta bara, það ekkert eins nema bara að þetta allt girly. Og já, þú veist, það örugglega alveg þægilegt, skilur, að vera með allt in the same niche, þú veist, eins og Arna Get Ready With Me, þá ég alveg að name-droppa fólk, sko, en Arna Get Ready With Me, hún alltaf með sama svona einhvern veginn bakgrunn og ég yfirleitt að gera make-up, hún líka bara, shit, hvað hún góð í make-upi, hún búin að fara í eitthvað skóla? Ég veit það ekki, en hún alltaf bara hrikalega góð í make-up. She always eats, sko. En, þú veist, það örugglega alveg kostur að hafa þetta allt svipað af því að fólk að followa þig fyrir eitthvað vídeo, þess eins og fólk followar mig örugglega, það voru mjög margir sem followa mig fyrir gym review, en ég hef ekki postað gym review í mánuð, ég að fara að taka upp vellir á eftir, en þú veist, og þá kannski unfollowar fólk þig eða whatever, og síðan það, maður þarf alveg að vera bara strong inn á, af því að ég mjög heppin, ég hef ekki lent í ykkur bara chronic online bullying, skiluru, en eins og aðrar TikTok-vinkonur mínar, shit, ég skil ekki hvernig það en þá á þessu platformi, þær bara svo sterkar af því að fólk criticize þig fyrir þig, þú ert að putting yourself out there, skiluru, og þá þarf maður að vera bara viðbúin því að taka við ykkur ógeðslegu, basically. Og þú veist, það virkilega ekki fyrir alla,
En ég held að ég sé líka alveg bara mjög góð típa í þetta af því að ég er svo rosalega ákveðin og ég er ekki insecure. Það hljómar alveg mjög illa en ég er eiginlega ekkert. Hvað er insecure á íslensku? Ég veit það ekki, en ég er eiginlega ekkert insecure, þú veist. Auðvitað þegar maður var unglingur þá var maður bara eitthvað, ok, ég vildi ég væri mjórri og eitthvað, ég vildi að ég væri með betri einhvernir, ég vildi þetta og ég vildi ég væri ekki með svona andlit, basically. En þetta hefur aldrei stick with me, ég var bara eitthvað, ok, þú veist, það er einhvern veginn allir vilja ekki líkama sinn, einhvern veginn. Og þá fekk ég bara eitthvað rush að ég þyrfti bara að fá feitari rass. En I don't give a fuck núna, sko, þú veist. Oh my god, þegar vorum að taka upp myndir fyrir að kýta. Það var ég með Tinnu og Ardísi. Þær eru með The Dumpy landsins, sko. Og við vorum að taka mynd af fleirbuksunum. Og þú veist, þær voru í 2 ár síðan var ég líka. En ég var aðalega að taka myndinar. Það er líka bara gott, af því að myndina mínar, ég var svo humbled, þú veist, og auðvitað væri maður, þú veist, sumir væri bara eitthvað, ég get ekki birt þetta af mér, af því að ég er með minni rass en það skilurðu, en þú veist, það stikkar ekkert með mig, skilurðu, ég er ekkert bara eitthvað, ég þarf feitari rass, shit, skilurðu, ég bara, life goes on hjá mér, einhvern veginn, samt get ég alveg hold a grudge, eins og ég sagði. Þú veist, ef ég er genuinely pirruð út í eitthvað, ég gæti verið að eilífu. Þú veist, no cap, ég gæti verið bara pirruð út í eitthvað að eilífu. En það einhvern veginn stikkar aldrei neitt with me. Af því ég er ekki einhvern veginn insecure. Þetta á ekki að hljóma eitthvað svona cocky, en þú veist, auðvitað hefur maður langað að breyta eitthvað sig. En það er aldrei bara eitthvað svona hovering over me, skilur. Ég er aldrei bara eitthvað endalaust að hugsa það. Og það því að ég veit ekki, mamma mín bara ól mig þannig upp einhvern veginn. Þetta er definitely mömmu að þakka. Ég ætla bara að thank my mom. En þetta er definitely mömmu minni að þakka að ég get þetta. Af því að ef ég væri ekki svona sterkur karakter, ef ég væri bara eitthvað gett lítil í mér og eitthvað, skilur, ég geti aldrei verið að posta á TikTok. Ég er bara einhvern veginn svo ákveðin og sterkur persónuleiki. Og síðan mér einhvern veginn bara svona drull út í hvað öðrum finnst af því að mér er drull þú veist, af því að ég er svo einhvern veginn ákveðin út í mig, skilurðu. Þetta hljómar ógeðslega weird en vonandi fatti ég hvað ég er að tala um. En ok, núna er eitthvað að labba fram, já. Ok, King, hann sér mig ekki. Já, þú veist, þetta á ekki hljóma. Af hverju afsaka mig? Ég er bara eitthvað boss ass bitch, skilurðu, þannig að slay. Það er the moral of the story. Hvað kemur meira á TikToki við? Og síðan ef það eru einhverjar beautiful blonde girlies alltaf postað á TikTok af því að pretty privilege, blonde pretty privilege er svo mikið. TikTok er gert fyrir sæta stelpur, sko. Y'all can go viral, eins og hún Íris Líf sagði mér á einu sinni. Enn og aftur að mentiona Írisi. Ég elska Íris. En já, ef þið hafið einhverjar spurningar, endilega sendi mér á Instagram eða kommenti hérna undir og ég þarf að gera eitt general þátt þar sem ég spyr þar sem ég svara spurningu sem þið hafið spurt. Ef eitthvað langar að posta TikTok, þá bara, oh my god, ég veit að segja þetta allir, en byrjaði bara, af því að, þú veist, hvað er það alvörunni versta sem að fara að gerast, þú veist, og ég hef heyrt eitthvað segja bara, ég fæ lítið views, þú veist, no shit, þú byrjar ekki á TikTok með 2000 followers, skilur, eða 200.000 followers, þú ert ekki bara að fá millu views bara eitthvað fyrstu vídeóinu þínu. That's not realistic, no shit, þú ert að fara að fá lítið views af því þú ert ekki ennþá komið með plattform. Það byrjuðu allir, Ólafur Jóhann byrjaði eitthvað staðar, hvað heitir hann, Eggertunar byrjaði eitthvað staðar með lítið followers, ég byrjaði með 0 followers, þú veist, allar TikTok girlies byrjuðu með 0 followers. Everyone is building themselves up. Það byrjuðu allir niðri, skiluru, og það fengu ekkert allir bara eitthvað 10.000 views á fyrsta vídeónu sínu. Ég man eftir fyrsta viral vídeónu mínu var Gina Tricot outfit
hvað heitir þetta, svona changing room outfits og það var líka bara mánuðurinn, skilurðu, ég var búin að posta daglega í mánuð. Þú veist, þetta alveg geðveikt mikið effort. En þetta samt svo worth it. Sérstaklega líka, oh my god, heyrðu, ég ekkert búin að tala, sko. Communityið, svona TikTok, styðja gellur, communityið á íslensku TikToki, það bara eitt besta við TikTok bara hvernig allir að styðja hvern annan. Og það geggja, það svo gaman að all the girlies are here, skilur við, að styðja hver aðra. Og það bara mjög stór partur af hverju þú ættir að byrja að posta TikTok. Já, ég að tala við þig. Ég að tala við þig sem búin að pæla í að posta TikTok, en þú því ekki að því eitthvað bla bla bla. Þú veist, legur komin inn í TikTok girly community, þá ertu bara sett, skilur. Þá alltaf verið að supporta þig. Þá ertu komin inn í bara hóp af stelpum sem eru here for you, til að gefa þér advice, til að bara whatever, skilurðu. Þannig að, oh my god, guys, just start posting. Þetta svo þess virði. Þetta svo gaman. Og þú eignast bara fullt af nýju vinum og bara having fun. Þetta svo gaman. Start posting. Og auðvitað þarfst ekki að posta daglega, skilurðu. Ef þið langar, þá það bara æði. En ef þið langar bara að posta here and there, skilurðu, þá það líka bara allt í lagi, skilurðu. Það eru enga kröfur inn á þessu appi, skilurðu. Þú veist, þetta ekkert, þú þarfst þess ekki, skilurðu. Þú ert að velja að gera þetta. Oh my god, just do it. Just do it. Ef þið langar, just do it. Þetta mín skilaboð til þín. Ég að tala við þig. Sjá hvað flott fókus. Just got new nails. #HennyNails. Takk, Henny. Ok, núna held ég að ég sé actually. Vá, ok, ég bara missa röddina, sko. En núna held ég að ég sé actually að verða búin með þetta. Já, ef að þið hafið spurningar eða whatever, sendið mér á Instagram. Endilega followið Bleikflögg inn á Instagram og TikTok. Takk fyrir bara strax 500 followers á TikTok. Það var alveg amazing, sko. Já, Instagram, TikTok, ef þið ert að horfa á Spotify eða YouTube, like this. Spotify, give it a review. Það hægt. Followið Akita inn á Instagram, ég endalaust að posta og kóðin AkitaLexa veitir ykkur 30% off af öllu og followið mig á Instagram af því að ég með 3000 followers á TikTok en ég með 800 inn á Instagram. How does that make sense? Ég að reyna að komast upp í 1000 inn á Instagram á þessu ári, það markmiðið mitt. Endilega followið mig þar. Og stay tuned fyrir Boston Vlogs. Takk fyrir alla viðtökunar á podcastinu. Like usual, þið best. Og já, we have it here. Takk fyrir að hlusta eða horfa. Love y'all. Eigið æðislegt líf. Bless.